sko, stóra brókamáli búið að tröllriða öll í vikunni. Já, og það eitt svona vinkill sem við svona höfum ekki hugleitt. Það bara að hann sagði okkur, fórstuðumaðurinn á Akureyri, að Gísli Rúnar, að starfsfólk það var nú bara hreinlega látið heyra það. Já. Þegar þau að benda á fólki á og það eigi ekki að vera á nærbuxunum í sundi og það væri bara svona, þetta væri bara svolítið krefjandi ástand sem skapaðist þarna og hún, Margrét Reynisdóttir, hún hefur í yfir 20 ár haldið námskeið fyrir starfsfólk í framleginu til að takast á við erfiða viðskiptavinni og hún komið til okkur. Ertu velkomin, Margrét? Takk. Ef við byrjum að þessu bara svona á hvaðan þú kemur inn í þetta, 20 ár af þessu, þú ert að aðstofa fólk bara við að díla við slæma viðskiptavinni? Já, meðal annars. Það er mjög vinsælt námskeið að fást við erfiða viðskiptavinni, þess að ég skrifa bókuðan líka. Já. Og þá reynir fyrst á þjónustuna, því að náttúrulega sérhæfingi að mér er þjónustugerði og menningarlæsi og verið með námskeið það. Já. En að þjálfa fólki þannig að viti hvernig á að bregðast við, því að þetta mun gera samankvæmst út læknir, sundlegum eins og ég er búin að vinna fyrir margar eða í verslun eða framkvæmdastjóri einhvers staðar. Við fáum öll á einhverju tímapunkti erfiða viðskiptavinni. Það er gott að hafa það í huga. Já, og þá það maður, þú segir að þá svona reynir á, þá kemur í ljós svona hversu góðu þjónustu maður reyna þegar maður þarf svona aðeins kannski að stíga út fyrir ramman. Já. Og þá þarf maður, ef maður ætlar að geta stýrt þessu samskiptum, þá þarf maður að vera alveg pollrólegur. Þið geti ímyndað ykkur ef þið er ekki róleg, eru að höndla eitthvað. Þannig að það er rosalega mikilvægt, ef að þið er ekki pollróleg, og það getur góðum fyrir okkur öll, við erum bara fólk, að fá annan í málið og bara ekki hika við það, þú ert ekki að tapa neinni virðingu, þú ert að stýra samskiptunum. Já. En sko hversu mikið, ef þú ert bara að fá holskeplu skýts yfir þig og þú ert þarna og ert að bara býta í vöruna og ert að hugsa, Jesús, hvenær er nóg til að þú meigir bara að segja, heyrðu, hingað ekki lengra, því að þetta þegar þú ert að starfa fyrir eitthvað fyrirtæki, þú ert andlit þess og vilt koma vel fram, en hvenær máttu segja stopp? Málið það maður er að reyna að komast hjá því að það komist á þennan punkt og oftast er þannig að höndlar þetta ekki og það getur gerst fyrir okkur öllum ekki að fá annan í málið því að þá er það þannig að taka bara inn á skiptingu að fá sem kemur bara kaldur inn og getur svona erfið, hvað er gangi hér? Já, talandum að koma kaldur inn, þá má líka lýsa þannig að viðskiptavinur þessi reiði, hann er orðin minna rauður, hann er búin að róast með því að drulla við þig og þegar næsti tekur við þá get ég nánast lofa því. Ég segi nánast, eða maður getur aldrei sagt 100%, ég get nánast lofa því að viðkomandi er orðin miklu rólegri. Já. Og þá er svolítið triksið að muna það ef að ég er starfsmaður nummer 2 sem tek við, að segja við hinn sem fekk drulluna, takk Sigurður, þú tókst erfiða pakkan. Já. Siggi eins og ljúfu þessu lamb þegar ég kom. Það er ekki að því þú getur ekki neitt, það er að því að þessi það var kallum hann bara Sigga hann var búin að losa sig við pirringin. Akkurat. En er þetta ekki svolítið sko flókið líka sko svolítið fyrir eftir hvar maður starfar eins til dæmis sundlöðnar sem eru batteri sem við eigum öll saman og fólk ekki lítur svolítið á bara að það eigi þetta og megi þetta að það er kannski að þú ert fulltrúi sko þannig batteri sem það ekki líka svolítið það maður ekki að passa sig ekstra mikið einhvern veginn. Og svo, það má líka sjá hinn að hliðin á því, þú veist, að þau eigi þetta og megi þetta, þetta er líka sameiginlegur vettvangur. Já. Ef einn kemur í nærbuxum og segir maður sér óhreinar, þá er hann að bjóða upp á það í pottunum með hinnum. Já, og þau kæra sig ekki það. Við heyrðum líka að sundlega gestir eru svona alveg farnir að svona gera athugasemdir, en baðverðin hafa þetta þessi völd til að snúa fólki við og óska eftir eða bara fari upp úr eða breytum skíli eða annað. Já. Það hafi ekki bara þessu völd, það hafi þessa skildu. Já. Það er náttúrulega fyrir okkur öll hinn sem erum að nota sundlega og það er svo mikilvægt að þau svolítið hugsa þetta upp á nýtt. Þetta er ekki að staðurinn til að vera eitthvað flott eða töff eða sýnast fyrir öðrum. Nei. Þau eru svolítið fyrirmynd
hvernig maður á að haga sér í sundlögum eins og hefur verið mjög mikilvægt á Íslandi. Þetta er svona sameiginlega eign okkar allra. Já, þetta er í rauninni, saman. En sko heldur að baðverðir eða sundlögaverðir séu þeir eru í ekstra viðkvæmri stöðu kannski af því að þeir eru að díla við fólk sem og þú ert að biðja fólk að þrífa á sér persónulega svæðið og gera svona. Að díla var allsbert fólk. Já, líka það og fólk er auðvitað viðkvæmt þegar það er þannig líka. Þannig að þurfa þeir að vera svona kannski ekstra nærgætnir. Þeir þurfa að vera ekstra nærgætnir og við líka, sem notur sundlegarna, við þurfum líka að vera tillitssöm við þau. Því að þau eru þarna í viðkvæmu starfi. Já, algjörlega. Og þegar þau fá kannski eitthvað 3 í röð, þetta er lýsing sem ég hef fengið, ekki bara úr sundlegum, að fá 3 erfiða í röð, þá líður svolítið eins og sé búið að kristuði í líftóruna. Já. Það er bara búið að vinda eins og tursku og þú þarft að halda andliti og þú þarft að halda áfram 4 tímar eftir að vinnudeginum og fleiri eftir að koma og jafnvel í nærbuksunum innan undir. Já, en veistu það, Margrét, að því þú ert auðvitað að díla við framleiðin starfsfólk og ert aðstoða það, eru við dónalegi viðskiptavinir eða eru við upp til hópa, er þetta örsjaldan sem og fáir sem eru að láta svona? Þeir, almennt, ekki bara sundlegum og þá hvort ég muni námskeið fyrir framlínuna eða stjórnendur, almennt eru þetta ekki margir aðilar en þeir sita svo lengi í manni. Já. Og það er alveg búið að rannsaka það þegar þú færð eitt svona neikvætt, þá þarftu svo mörg hrós á móti til að bæta það upp. Akkurat. Því líðanin verður svo slæm. Já. Og þótt starfsmaður vita að þetta er ósanngjarnt, þá er samt verið að tala illa til hans og það er svolítið mikilvægt alltaf að hugsa líka að þau fara ekki heim með ör á sólinni. Já. Þannig ég legg mikil áherslu á þá námskeiðum að þeir tali við yfirmann ef hann er góður, tali við reynslubolt að fá þetta svolítið úr systeminu áður þau fara heim. Þetta komið svolítið svona kannski smá skildur á herðar yfirmanns að tækla þetta, að fólk fái kannski einmitt að blása og halda áfram. Svo er þetta líka þegar maður kemur heim að þá er þetta, hvernig var í vinnundag, þá er þetta sem mann steftir. Já. Og segir frá og bara, hvað heldur ég að lendi hérna? Já, nákvæmlega. Og svo er örugglega ungt fólk líka. Ég man eftir ég var að vinna í sjoppu 17 ára og það kom maður inn og hann fúkir að flögum við mig. Það situr enn í manni. Maður man enn hvað hann sagði, þannig við heldur þurfum að passa sérstaklega líka unga krakka. Þetta er svo mikilvægt hjá að núna unga fólki meira að koma inn á markaðin. Já, bara sumarstarfsmenn. Já. Og ég er búin að sjá þetta síðastliðin 20 ár. Ég hef ekki fundið rannsóknir, en ég er búin að sjá það síðastliðin 20 pluss ár að fólk, kannski 50 pluss, er miklu dónalegra af unga fólkið. Já. Sem er rosalega sorglegt. Og kannski ungt fólk sem er að koma í sumarstöður, þannig að þau eru ekki vön og eru ekki eru ennþá bara að koma sér kannski inn í starfið. Þau bara eru að læra og ekki að veita kannski fullkomna þjónustu sem er eðlilegt. Já, sem er mjög eðlilegt. Og eru svo ung. Já, og fá kannski yfir sig mitt. Og þá svolítið að taka utan þau og undirbúa þau áður. Og það er ekkert eins gefandi að fá að undirbúa þau áður. Af því að þau muni lendi í þessu. Það er nokkuð ljóst. Akkurat. Að þau viti hvernig að bregðast við. Þess vegna erum við alveg með viðbragðsreglu sem fari í gegnum og ég nota það mikið á námskeiðum sem grunninn ef það eru viðbragðsreglur aðeins að fara og gera þar dýpra í málið að þau viti nákvæmlega svona bregðustu við, svona er rétt að gera. Já, og þetta var ekki rétt hegðun, þannig að það er kannski svona líka það. Já, og það máli búast við að þau gerir mistök, að þau eru bara manneskjur. Já. Að þau mögulega fara að æsa sig á móti, því þá er þau nú virkilega búin að tapa leiknum. Já, en það geti gerst. Já, það því þau eru líka bara manneskjum, og það er svolítið að hugsa líka, þetta gæti verið bróðir, vinna minns. Já. Þetta getur verið mamma, frænku minnar, þetta er fólk. Já. Þetta er allir að díla við sitt. Já. Það er sjaldnast þú sem hefur gert eitthvað, það er hinn sem er að koma út úr einhverjum aðstæðum sem er reiður og hann tekur það út úr það. Já, hann er nefnilega nákvæmlega svo að segja, að koma úr einhverjum aðstæðum og þær geta verið ansi slæmar í sömu tilvikum. Já.
Þannig að bara ég held að þetta sé mjög þörf og góð skilaboð inn í sumarið af því að við erum að taka á móti öllu þessu unga fólki á vinnumarkaðin að við þurfum að vera tillitsum og sérstaklega fólk 50 plus, það bara væri mjög gott. Og svo flækist þess máli vegna þess að sko, við erum að tala um þessar nærbússusundi að það eiginlega bara ungfólk. Já, það er en svo var sagt, þannig það bara ég ekkert að ráðast ungfólk hérna þannig það, en það líka svo erfitt fyrir unga fólk sem komin í sem störf að þurfa að díla við jafnaldrar sinna. Já, þetta er flókið. Þetta er flókið. Þá er rosalega gott ef það er hægt og þau eiga svolítið þurfa að lesa í aðstæðunar að það komi tveir saman. Það er komin í pottin og er að gera hluti sem má ekki gera að við standi ekki bara þarna einn svolítið meðskjöldaður. Já, félaga. Margrét Reynisdóttir, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar. Þú verður með þessi námskeið fyrir starfsfólki í framlínu til að takast á við erfiða viðskiptavinni í 20 ár. Bara takk fyrir þess að þörfa áminningu inn í sumarið. Takk fyrir mig.